Það fyrir þessi skemmtarnagildi í þessu leik, það var ekki með hæsta móti? Nei, þetta var örugglega grútleiðilegt fyrir alla sem að komu og horfðu á þennan fótboltaleik. En það er samt sem áður margt sem við erum mjög ánægðir með. Það er líka eitthvað sem við erum ekki ánægðir með. Það er ekki hár meðalaldurinn á varamannabæknum með okkur þessar myndir? Nei, þetta er mjög þunnskipað þannig, en við erum samt sem áður ánægðir að geta gefið þessum strákum nokkra mínútur eftir að hjálpa þeim helling. Og þannig hefur þetta nú verið í leikni í gegnum tíðina þegar hafa fengið mínútur og það hefur hjálpað þeim leikmönnum sem hafa komið inn í það. Margir á meiðslalistanum, hvað er að frétta svona, er engir á leiðinni tilbaka? Jú, það eru nokkrir í smávægilegin hjaski, við bara tökum enga sénsa núna, erum að æfa mjög stíft og erum þungir og erum að hlaupa mikið og svona, þannig að það er eðlilegt að komi svona smávægilegt hjask, menn eru stífir hér og svona örlítið tognaðir þar, en þeir eru að koma tilbaka nokkrir, þetta er oflangur listi, við erum að tala hérna nokkuð marga leikmenn, en þeir eru að koma tilbaka nokkrir, en síðan er eins og Aron, það er bara spurningamerki og stöðugt að vinna í hans málum og Pétur Már er að fara í uppskurð, þannig að aðrir þeir koma hægt og rólega inn í þetta. Hvað verður Pétur þá lengi frá? Við bara erum að reyna að koma honum inn í aðgerð sem allra fyrst, það tekur svolítið tíma að komast að og svo er talað þessa klassísku 6 til 8 vikur eftir aðgerðina. En það var leikmaður sem margir byggust ekki við að flesti byggust ekki við að sjá í leiðunni í dag. Það er Ingólfur hérna sem er nýbúinn að skipta yfir og það var nú eiginlega bara fæstir sem vissu á því fyrir leikinn. Já, þetta er svona svolítið ævintýra bak við þetta, strákur sem við þekktum ekki neitt og hann hringdi í mig fyrir mánuði síðan og ég neitaði hann og mæta æfingu. Svo fekk ég símtal frá manni á Grundarfirði sem seldi mig það að hann gæti eitthvað í fótbolta. Og hann er búinn að standa sig vel á æfingum og er bara duglegur strákur og fekk félagaskipti þar sem við erum með þunnskipaðan hóp og fara að æfa með okkur næsta mánuð og þá tökum við stöðun aftur. En þessi strákur skoraði í 3. deildinni 19 mörk í 11 leikjum, þar af 2 sem markmaður, en það sagði mér góður maður að þú getur skorað mörk í 3. deild, þá getur þú skorað mörk í öllum deildum. Það skiptir engu máli, þú þarft bara að kunna skora mörk. En við vonum að það sé satt, ég ætla að reyna aðeins á það. Hann var allavega vinnusamur í leiknum í dag. Já, hann er duglegur, náttúrulega ekki í góðu formi en hann er duglegur og hann er vel byggður, góður íþróttamaður. Þannig að það er eitthvað í honum en hann er djöfulli hrár og við þurfum að reyna að vinna hans hratt með þetta. Í svona undirbúningsmóti komni með færeyskan leikmann, það lítur að vera frekar svona pirrandi að geta ekki notað hann í svona leikum? Já, það er eiginlega bara óþolandi. Ég lenti í þessu áður með Val 2011 og ég viðurkenni það, ég freistaðist bara mikið til þess að nota hann í þessu mótu, það hjálpar okkur í sumar en það er ekki heiðarlegt gagnvart bara að virða þetta gamla mót, en mér finnst samt sem áður að KRR er bara aðeins að athuga hvort það sé ekki hægt að laga reglugerðina. Það þarf ekki að hafa þetta eins og fótbolti.net móti þar sem allir mega bara spila, en kannski hann er komið með félagaskipti og verður tilbúin 21. þá á þetta bara við lagi. Það er eitthvað sem við félögum þurfum að skoða. Vallar neitt sem er mótvallið því? Já, ég sé ekki af hverju það ætti að vera. Það meikar bara ekkert sens, en allavega bara að láta reyna á það. Það getur vel verið bara ekkert af félögunum sem bara leggja þetta inn hjá KRR eða KSÍ og við þurfum bara að gera eitthvað í þessu og við erum nú með þið Doddi og félagar eru duglegir að djöflast í þeim, þannig að ég efast nú ekki að hann geri eitthvað í þessu.